Þá það Anna María Pétursdóttir, sviðsstjóri starfsmannasviðs, sem ætlar að ræða hvernig við tökumst á við áskoranir. Gjörðu svo vel. Heyrist vel í mér. Komið sæl, Anna María Pétursdóttir heiti ég og sviðsstjóri starfsmannasviðsins. Minn starfsferill, hann hefur einkennst af umfjöllun og stjórnun starfsmannamála. Og ég hef bæði starfað í einkageiranum og í opinbera geiranum og það sama hvar þú ert. Starfsmannamál, þau fjalla samtal milli stofnunar og starfsmanna. Þetta samband sem myndast milli stofnunar og starfsmanna sem leiðir til þess að það byggist upp ákveðið annaðhvort gott samband eða slæmt samband og við viljum hafa það gott samband. Og það byggist á okkur, starfsmönnum jafnt og stofnunum hvernig við viljum hafa þetta samband. En það hagur hverrar stofnunar að þetta samband sé gott, því þannig getum við sótt fram, bæði sem starfsmenn og sem stofnun. Daglega þá tökumst við áskorunum í líf okkar og það honum 3 lífssviðum okkar. Það á einkasviðinu og það á félagssviðinu og það á starfsvettvangi. Og það það sem ég ætla að tala í hérna á næstu 10-15 mínútum, það hvernig við tökumst á við áskoranir í okkar starfsumhverfi. En eins og við höfum heyrt hér, þá breytingar framundan og þær breytingar, það náttúrulega með nýrri stefnu, en við að upplifa áhugaverða tíma. Nú, hérna fyrir tilbaka fyrir ekki. Við að upplifa áhugaverða tíma, en jafnframt áskoranir í þessum tímum. Breytingar í okkar ytra umhverfi, það stafa meðal annars af því að heimurinn að vera minni og líka vegna öratæknibreytinga. En á síðustum áratugum hefur orðið örþróun og það hafa komið upp fleiri háskólar hafa birst sem kallar á það að þetta orðið samkeppni bæði nemendur og starfsmenn. En þetta ófyrirséðar breytingar, en eins og við höfum hérna, það aukin krafa skilvirkni háskóla. Það sífellt verið að krefja okkur það, bæði sem starfsmenn og stofnum, að við séum skilvirkari og það þessi mælanleiki. En leiði verið að kalla á betri kennslu og auknar og góðar rannsóknir. Og hvernig ætlum við að gera þetta allt saman? Bæði það að vera skilvirk og við ætlum líka að veita góða þjónustu á öllum sviðum. Við þurfum líka að hafa hérna góðan stuðning stofnunar. Og við vitum það að það orðnir fleiri háskólar og þetta orðnir samkeppni bæði nemendur og hæft starfsfólk. Til þess að hafa að stofnun hafi hæft starfsfólk þá þarf að styðja við þetta hæfa starfsfólk. Og núna í dag höfum við séð það að Háskóli Íslands, hann svo sannarlega að standa sig á honum opinbera vettvangi og það þetta gríðarlega flotta átak starfsmanna og hvernig þeir hafa staðið sig vel í starfi á öllum sviðum sem leitt til þess hvar háskólinn staddur í dag. En það líka auknar kröfur skilvirkni og upplýsingatæknina. Við þurfum að hafa góða upplýsingatækni til þess að styðja við okkar störf, daglegu störf á öllum sviðum. Þannig við getum komið til starfs og haft þá upplýsingatækni sem auðveldur okkar störf, daglegu störf. Nú ég loksins farin að læra þetta, hvar ég á þetta. En mér langar til þess að tala hérna heimspeki aðeins Kínverja í þessu samhengi. Að heimspeki Kínverja, hún boðar það að það sé í ákveðnum aðstæðum, þar sem við mætum einhverju kreppu, að þá séu líka ákveðna tækifæri.
að þessi rittákn YG sé raun það sama og það undir okkur komið í áskorunum, hvar sem stöndum í lífinu, hvaða merkingu við ætlum að leggja í þessa kreppu eða breytingu, hvernig við ætlum að takast á við hana. Því í hverri aðstæðu sem við lendum í, þá getum við sjálf ákveðið svolítið hvernig ætla ég að takast á við þessar breytingar eða þessar áskorunir sem ég stend frammi fyrir. John F. Kennedy, hann tók upp þessa heimspeki Kínverja og þessi rittákn í frægri hvatningaræðu sem hann hélt á erfiðum tímum í Bandaríkjunum og skoraði fólk á fólk að breyta þessum áskorunum í tækifæri. Þannig að nýta sér þessi heimspeki að við getum tekist á við hvaða aðstæður með því hugafari hvernig við ætlum að mæta þessum aðstæðum í lífi okkar. En ég ætla ekki að tala breytingaferli. Aftur á móti ætla ég að tala það að þegar verið að boða einhverja breytingar, þá búið að skilgreina að það þurfa að breyta núverandi umhverfi. Og það einnig búið að skilgreina að það eitthvað eftirsóknarvert umhverfi sem við viljum komast í. Ef við ætlum að komast frá núverandi umhverfi yfir í eftirsóknarvert umhverfi, það ákveðið ferli. Og það talað 4 stig breytinga. En ég ætla ekki að tala, eins og ég sagði, ég ætla ekki að tala breytingaferli, heldur ætla ég að tala það hvað fólk og menning, við breytum ekki hegðun, við þurfum að breyta hugafari. Og til þess að breyta hugafari, þá þurfum við að fá og styðja fólk í gegnum ákveðið ferli. Auðvitað þarf að breyta kannski skipulagi og það þarf að koma nýja tækni inn og það þarf að koma nýja verkferla og kerfi. En þá 1, 2 og 3 að það að fá fólki með sér. Og hvernig ætlum við að fá fólki með okkur í gegnum þetta ferli? Það með stuðningi, það með góðri þjálfun og fræðslu. Annars komumst við ekki frá núverandi umhverfi yfir í eftirsóknarvert umhverfi. En alla breytingar, það hafa áhrif á okkur. Hvers vegna? Vegna þess að hver breyting, hún ógnun við núverandi stöðu. Sú staða sem við verið í, hvort sem það í einhverju verkefni eða í einhverju starfi, þegar eitthvað breytist, þá það ákveðin ógnun. Vegna þess, það sem við þekkjum, okkur líður best þar. Eitthvað nýtt, það ógnvekjandi. Vegna þess að við vitum ekki hvaða leiðir okkur eða hvert það leiðir okkur. Og oft líka að við erum hrædd við að hluti misheppnist, að við höfum ekki nógu góða þekkingu eða nógu gott vald til að takast á við það sem boðað, nýja verkhætti. Þetta líka spurning að oft þá myndum við sálræn tengsl við starfið og vinnuna. Að við erum orðin nákomin einhverjum í starfi og unnið þétt saman með einhverjum og vinnustaðnum og á því starfsviði sem við erum, þannig að þetta svona ákveðið rift á það sem við þekkjum. Það líka ákveðin sorg og leiði sem fer af stað vegna þess að við erum að missa eitthvað og það eitthvað annað að koma inn sem við þekkjum ekki. En hvað hefur þetta allt með að gera? Ef við ætlum að ná einhverjum árangri, þá skiptir máli að hér fari fram samvinna. En auðvitað þurfum við alltaf líka að gera einhverja málamiðlanir. Og við þurfum að efla líka samskiptahæfni okkar á öllum sviðum, þannig að stuðla ætti, eða ef umhverfið ætla að ná árangri, þá þarf að stuðla vellíðan starfsmanna og hæfni til þess að takast á við það sem koma skal. Þannig að við ætlum að færa okkur frá núverandi stöðu yfir í einhverja stöðu sem eftirsóknarverð þá þurfum við stuðning og þjálfun. Það þarf líka að styðja við heilbrigðan lífstíl, en auðvitað þurfum við sjálf líka að taka ábyrgð á þeim lífstíl sem við lifum. En umhverfið það líka að styðja við að við erum að gefa fólki tækifæri á að stuðla að heilbrigðum lífstíl. Á öllum sviðum, þá ég bæði að tala andlegan og líkamlegan.
Og upplýsingatæknin, við erum alltaf að fjalla upplýsingatækni og öfluga upplýsingatækni. Við þurfum öfluga upplýsingatækni sem styður við innra skipulag og þau verkefni sem við erum að fást við daglega. Og það að veita þessa markvissu þjálfun, ekki bara þjálfa til þess að þjálfa, þetta skilgreina þá þjálfun sem þörfir á til þess að starfsmenn komist á þann stað sem óskað eftir og við sjálf sem starfsmenn að við finnum það að við völdum þeim verkefnum sem við erum að fást við dagsdaglega. Öflugt móttökuferli skiptir gríðarlega máli og mentorakerfi vegna þess að móttökuferli það er ákveðin félagsmótun og ef við fáum góða móttöku þá erum við bæði fljótari að takast á við verkefnin og við erum fljótari að innleiðast inn í umhverfið okkar. Og þetta jákvæða starfsumhverfi, en það er líka undir okkur komið sem starfsmönnum hvernig við ætlum að byggja upp jákvætt starfsumhverfi. Það er ekki síður okkar að byggja það upp. Að mæta samstarfsmönnum með bros á vör, að taka þátt í lífi og starfi, hvers og eins með jákvæðu hugafæri, þannig getum við byggt upp jákvætt starfsumhverfi. Gott upplýsingaflæði, og þá er ég að tala bæði upp á við og niður á við. Því að við þurfum líka sem starfsmenn að veita okkar yfirmönnum upplýsingar, þannig að þeir viti hvað er að gerast. Ekki bæði verkefnilega, heldur líka hvernig okkur líður og hvað þarf inn í starfsumhverfi, þannig að við þurfum að getum tekist á við þau verkefni sem okkur er falið. Einnig það að stjórnendur þurfa að upplýsa okkur hvað er framundan, þannig að allir geta tekist á við þau verkefni sem þeim eru falin. Þannig að það er bæði stjórnenda og starfsmanna að veita upplýsingar upp og niður. Og það er þessi styðjandi stjórnun. Stjórnendur þurfa að styðja við sína starfsmenn, veita þeim endurgjöf á réttum tíma og veita þeim markvissa endurgjöf. Og það er ekki bara endurgjöf einu sinni á ári, heldur í gegnum árið, þannig að starfsmenn viti hvar þeir standa. Það þarf að upplýsa starfsmenn hvernig þeim gengur á hverjum tíma fyrir sig og það þarf að veita þeim þann stuðning sem þau þurfa í starfi. En árangur háskóla, hann byggist á að þróa og viðhalda hæfu starfsfólki. Og því það er mikilvægt fyrir háskóla að ráða inn hæfileikaríka starfsmenn, en hvernig ætlar háskólinn að ráða inn hæfileikaríka starfsmenn? Kannski er komið tími til þess að við, allir starfsmenn, hvort sem er stjórnendur eða starfsmenn, að við skilgreinum hvers viljum við vanta af háskólanum og hvað vill háskólinn? Hvað vill háskólinn vanta af sínu starfsfólki og skilgreina það vel? Það þarf einnig að byggja framtíðarhæfni sem þörfur á. Hvaða hæfni þarf háskólinn? Hvers konar hæfni? Þá er ég að tala hæfni í daglegum störfum. Við þurfum að efla færni í teymisvinnu og við þurfum líka að efla þverfaglega samvinnu á öllum sviðum, brjóta niður veggi og það sem við höfum séð hérna fyrir í dag varðandi Lean, þetta er svo sannarlega gott tæki til þess að efla samvinnu á öllum sviðum. Þannig að það er fyrir alla starfsmenn, stjórnendur og starfsmenn að huga því hvernig er hægt að efla teymisvinnu og þverfaglega samvinnu á öllum sviðum. Og alltaf komið að því að það þarf að bæta upplýsingatækni, það er ekki nóg að innleiða tækni, við þurfum líka að læra á hana. Þannig að það þarf stuðning við að læra á þessa tækni og til hvers er hún, þannig að það sé ekki bara vera að læra til þess að læra, heldur líka, það er einhver tilgangur með því að koma með þessu upplýsingatækni og læra. Það þarf líka að styðja stjórnendur í starfi. Þeir þurfa ekki síður stuðning í starfi heldur en almennu starfsmaður. Hvernig á að stjórna, hvernig á að styðja, hvernig á að ná árangri og hvert ætlum við og skilgreina það. En að síðustu þá langar mig til þess að þið takið hérna nokkra punkta með heim til umhugsunar. Við erum búin að vera hér í dag og fara yfir gríðarlega flott efni sem við getum tekið heim og það eru áskoranir fyrir okkur.
En það sem mig langar til þess að þið skoðið og aðeins hugleiði heima, hvaða merkingu hafa áskoranir í háskólaumhverfinu fyrir þig sem starfsmann? Hvaða merkingu hefur hún? Og hvað stuðlar að því að þú sækir fram og getur sótt fram sem starfsmaður? Þetta er það sem mig langar til þess að þið takið hérna heim með í dag. En ég veit að það bíða allir eftirvæntingu eftir Ara og ég ætla ekki að fara að keppa við hans tíma. Þetta er eins og væri að músin væri að fara að bjóða fílnum upp í dans og ég ætla ekki að vera étina af því. En ég held að svona í lokin, ef einhverjar spurningar eru, að við fáum nokkrar spurningar áður en að ég hverf hér af sviðinu, en ef ekki þá þakka ég kærlega fyrir áheyrnina.